Já, fundarstjóri, forstjóri, starfsfólk Landspítala, kæru gestir, kæru vinir, leyfið mér að segja. Þessi dagur sannarlega viðhafnardagur. Þetta hátíðisdagur. Þetta öllu jafna, það hef ég lært veglegur viðburður. Og ég vil líka leið og ég óska ykkur til hamingju með þennan dag sem ég búinn að læra að hafa inn í minni dagbók og bíð með eftirvæntingu og hef haft sérstaklega ánægju að fá að vera með ykkur og heiðurinn allur minn, trúiði mér í því. Ég vil líka óska ykkur til hamingju með dag hjúkrunar og dag lækna sem mér finnst vel til fundið eins og fundarstjóri fór hér yfir. Og til hamingju með það. Sannarlega góður dagur að velja. Þennan fæðingardag Bjarna Pálssonar, fyrsta sérmenntaða læknis landsins. Eins og myndainnslagið hér bar með sér, þá Landspítalinn, hann kraftmikill og hann skemmtilegur. Vinnustaður. Og Landspítalinn, hann vettvangur sem heillandi. Og ég leyfi mér bara að tala hér svolítið frá hjartanu varðandi það. Mér líður alltaf þannig þegar ég fæ að koma til ykkar, þegar ég fæ að koma í heimsókn og það alveg sama inn á hvaða deildir eða inn í hvaða byggingu eða af hvaða tilefni. Það alltaf sama tilfinningin. Dagur eins og þessi, hann gefur auðvitað tækifæri til þess að láta svona streyma í gegnum hugan. Fyrir hverja erum við? Af hverju erum við? Fyrir hverju stöndum við? Hverjum tilheyrum við? Hluta af hvaða liðsheild erum við? Og ná þannig utan þetta veigamikla hlutverk spítalans sem og ég hef, og það mikill heiður, fengið oft á tíðum að reyna að fanga í orð. Það getur bara verið býsna stúið. Hlutverkið þess eðlis. Af því það svona allt á milli þess að vera mjög göfugt og þess að vera alveg gríðarlega mikilvægt og spurningum líf og eða dauða og allt þar á milli. Heilsu, líðan og ekki síst heilsu ábata. Ég horfi yfir farinn veg, ég geri það þegar ég kem hér inn en við þurfum líka að nota tækifærið með þær áskoranir sem við gjarnan erum að takast á við og tala til að horfa inn í framtíðina. Til að spyrja okkur hvernig gekk á liðnu ári og hvernig notum við það. Hvernig notum við þá vitneskju, hvernig lærum við af þeirri vegferð til að gera betur í dag en í gær. Til að gera betur á morgun en í dag, til að gera betur á næsta ári en í fyrra. Ég ánægður með áhersluna hér. Hún auðvitað kjarnar þetta allt saman. Notendasamráð og notendamiðuð þjónusta veigamikil þáttur í allri þjónustu og áherslan á að mæta þörfum þeirra sem við erum að sinna. Síðasta ár, kæru gestir, var viðburðaríkt og það auðvitað myndi ekki ávarpi hér endast tíminn í að telja upp þó að mig gjarnan myndi langa til en þið hafið breytt skipulagi meðal annars í þeim tilgangi að styrkja klíníska starfsemi og þið alltaf með hugan við að efla þjónustuna
í því hlutverki sem að spítalinn sinnir og sem háskólasjúkrahús, og þið eru vagga vísindastarf í leiðinni. Það einhvern veginn samofið. Það finnur maður líka. Og ég að reyna að vega og meta hvort að við höfum gengið götuna til góðs með þeim stuðningi sem við stjórnvöld og við í heilbrigðisráðuneytinu þurfum í því verkefni sem við höfum með ykkur, að liðsinna ykkur til að þjónusta betur. Og þá hugsa ég, að því að það nú svona komin tími á reynslu eða ykkur reynsla á að hafa stjórn. Ég fékk það verkefni í stjórnarsáttmála að skipa stjórn á spítalann að norrænni fyrirmynd til stuðnings stjórnendum og starfsfólki spítalans. Með þetta verkefni þá skipuðum við stjórn, breyttum lögum, og ég held að sé alveg óhætt að velta því fyrir sér hvort að það hafi reynst sá stuðningur sem ætlað var, og ég horfi þá á árangur spítalans í því samhengi. Ég vil bara segja hér að það nánast sama. Auðvitað alltaf mjög erfitt að leggja mat á árangur í jafn viðamiklu starfi, í jafn flókinni skipulagsheild á margan hátt. En ég get rýnt starfsemistölur. Það óhætt að segja að maður rýnir starfsemistölunar, það engin skortur og eftirspurn eftir þjónustu. Og það dregur líka mjög vel fram hversu mikla og öfluga þjónustu við raunverulega erum að veita. Komum fjölgaði, legum fjölgaði, heimsóknum á göngudeildir fjölgaði, skurðaðgerðum fjölgaði, samskiptum fjölgaði, rannsóknum fjölgaði, blessunarlega fjölgaði starfsfólki. Og á móti, þrátt fyrir allt, styttist biðtími á flestum sviðum eftir þjónustu. Ánægja notenda, hún jókst. Ánægja með þjónustuna, starfsánægjan sömuleiðis. Þetta finnst mér líka mjög mikilvægur mælikvarði. Mikilvægt að íhuga líka hvernig mælt og hvaða þýðingu það hefur. Af því að kröfurnar eru gífurlegar, eftirspurnin í veldisvexti og gífurleg, og álagið oft á tíðum mjög mikið. Þetta mikið afrek og ánægjulegt að sjá. Líklegast ekki hægt að draga neina ályktun það að allt sé fullkomið og verður örugglega seint í þessu vandasama verkefni. En þetta á það til að haldast í hendur, og ég sannfærður að draga þá ályktun og trúa því þegar maður horfir svona yfir sviðið að liðsheildin ógnarsterk og vinnur vel saman. Ég vil draga það fram hér þegar við fyrir ári síðan ræddum mikilvægi liðsheildar. Þessari tilfinningu að tilheyra einhverju stóru og merkilegu með mikilvægt, verðugt, þjóðhagslega mikilvægt hlutverk, og mér finnst það að unnið mjög vel með þetta. Og þessi árangur þetta alltaf fyrst og fremst að þakka
ykkur sem standið í stafni daglega. Og þetta dregur, minnir mig á ágætis líkingu af liðsheild sem eins og verkfærasett og það ekkert eitt verkfæri sem leysir öll verkefnin en saman geta þau það. Og ég verð alltaf jafn heillaður af því hvernig þið leysið verkefnin. Kæru gestir, aðbúnaður auðvitað mjög mikilvægur vegna þess að þetta ferli, þetta þjónustuafhendingarferli, við erum með stærsta þjónustuafhendingarkerfi þjóðarinnar. Þetta þjónustuafhendingarferli, samskipti, klínísk samskipti við sjúkling þegar við veitum þjónustuna viðkvæmt ferli oft á tíðum. Og þess vegna skiptir aðbúnaðurinn miklu máli. Við höfum lengi beðið eftir því að byggja nýjan spítala. Og við sjáum hann nú rísa við Hringbraut og það góður gangur í framkvæmdum. Við þurfum að sýna verkefninu þolinmæði en blessunarlega erum við að keyra á öllum kröftum og þetta verkefni sem mikil áhersla og ég get staðfest hér í ríkisstjórn að tefjist ekki. Og við getum glætt þessar byggingar lífi í daglegu starfi sem fyrst. Öflugar vísindarannsóknir eru eitt af grunnskilyrðum þess að heilbrigðisþjónusta uppfylli hæstu gæðakröfur og standist samanburð við önnur lönd. Hér á sama tíma fyrir ári síðan þá kom ég inn á þetta og tilkynnti þau áform að setja á fót heilbrigðisvísindasjóð. Og við stefnum að því að hann verði að veruleika í lok árs. Undirbúningur í fullum gangi og vonandi getum við auglýst úthlutun heilbrigðisvísindasjóðs síðar á þessu ári. Það síðan verkefni okkar í ráðuneytinu og stjórnvalda að tryggja aukna fjármögnun í heilbrigðisvísindi og gera þennan sjóð veglegan og við hyggjumst finna honum stað innan Rannsóknarmiðstöðvar Íslands. Ég tilkynnti hér líka í ávarpi fyrir 2 árum og mér mikið í munni svo þið heyrið að halda þræði og láta verkefnin, klára verkefnin en þá ræddi ég frumvarp hlutlæga refsiábyrgð. Og svo fyrir ári síðan þá tilkynnti ég að frumvarpið væri tilbúið og hefði verið lagt fram á Alþingi. Eins og þið þekkið eflaust þá var það í lok síðasta árs sem það tókst í annarri tilraun að lögfesta hlutlæga refsiábyrgð heilbrigðisstofnunar og tekur hún gildi 1. september næstkomandi. Lagabreytingin svar við ákalli heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga og felur í sér meginstraumsbreytingar skýrari reglur sem eiga að leiða til bættra gæða, aukins öryggis og styrkja til lengri tíma öryggismenningu og öryggiskennd í íslensku heilbrigðiskerfi. Og það nú kannski talandi verðmæti sem oft eru ekki mælanleg í þessu samhengi þegar heilsuna að ræða, að þá það þetta gagnkvæma samband, þetta öryggi gagnvart þjónustunni, þetta öryggi okkar og sjúklinga í þessu viðkvæma ferli sem skiptir öllu máli og þessi lögfesting á að leiða til þess að styrkja þessa menningu. Þetta traust. Upplifun notanda mikilvægur mælikvarði þegar við ræðum raunverulegan árangur. Samkvæmt þjónustukönnun Landspítala sem framkvæmd árlega má sjá jákvæða þróun á upplifun sjúklinga af þjónustunni. Þegar litið til reynslu sjúklinga í heild af síðustu innlögn fær spítalinn að meðaltölu einhverjuna 8,34 af 10 og hækkar annað árið í röð. Sem hann segir mér enn og aftur að þið eru að gera góða hluti. Upplifun notenda virðist þó oft þegar ég á samtalið ekki vega þungt í umræðum heilbrigðismál vegna þess að einhverjum framúrskarandi
En við þekkjum það ágætlega að kröfurnar eru þannig að umræðan á það til að verða óvægin og mér þykir það oft miður sem talsmaður heilbrigðiskerfisins. Við segjum hins vegar oft að glöggt gests augað. Og það segir einhvers staðar, en það glæddi mig verulega á dögunum að lesa í fjölmiðlum upplifun 2 breskra ferðamanna sem þurftu að nýta sér þjónustu Landspítala á dögunum. Ég fæ þessa upplifun gjarnan og oft þegar ég ræði heilbrigðismál á erlendri grundu og þeir sem hafa kynnst íslensku heilbrigðiskerfi. Þar segja þessir bresku ferðamenn orðrétt og ég ætla að hafa eftir úr þessari grein. Spítalinn hér frábær, starfsfólki frábært og augljóslega afar umhyggjusamt í garð skjólstæðinga sinna. Þau gefa sér tíma fyrir þig, það hljótt hérna, það hreint, þetta fullkomið og gerir nákvæmlega það sem það á að gera. Þetta líklega besti staðurinn í heiminum til að lenda í svona slysi. Ef þetta ekki góð einkunn og ef þetta minnir mann ekki á að glöggt gests augað og þarf oft til að minna okkur á hvað við erum að gera góða hluti, þá veit ég ekki hvað. En ég vildi nú deila þessari tilfinningu minni hérna með ykkur og minni mig líka á það að upphæðin kemur ofta auðvitað og ég upplifi það reglulega líka. Og það verður ekki annað sagt en að Landspítalinn komi sterkari og öflugri frá árinu 2023 inn á árið 2024. Ég stoltur af ykkur. Við, íslensk þjóð fullyrði ég, erum stolt af ykkur, af spítalanum og þið eigið heiður skilin og eigið að fylla stolti af ykkar frábæru liðsheild. Ég ætla að láta það verða mín loka orð í samhengi við árangurinn sem ég var að ræða og einhvern veginn að komast að því hversu frábær við erum. En árangur Landspítalans árangur ykkar. Og árangur sem skilar landsmönnum ómetanlegum ábata. Og ég vil þakka ykkur fyrir ykkar störf og þennan árangur. Njótið dagsins.